þá set ég fund í bæjarstjórn, þetta fundur númer 3482 og fyrir okkur liggur dagskrá í 5 liðum. Ég ætla að byrja á að leita afbrigða vegna útsendra dagskrá og leggja til að liður númer 3 Reykjavíkurflugvöll verði tekin af dagskrá, orðið er laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Og þá set ég fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3482 dagskrá. Fyrsti liður, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki til málsþing og bæjarfulltrúa Guðmundur Guðmundsson. Útsendra dagskrá og Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram viðauki númer 17 með 16 á árinu Reykjavíkurflugvöll verði tekin af dagskrá, orðið er laust, viðaukinni vegna sem enginn hefur kvatt sér nokkra hljóðs, liða. þeir geta samþykkt Fyrsta það lagi er gefur það vegna merki. aukinna tekna þjónustukjarna í Þá set Hafnarstræti ég og fund í bæjarstjórn, 30 milljónir króna. Við erum aukin útgjöld vegna notendastöðva persónulega aðstoðar upp á 11,8 milljónir króna sem var stafað af hækkunum á tökstu í bæjarstöðum í persónulega aðstoð. Viðauki númer 16 á árinu vegna þjónustukjarna við Klettaborg og samtals 42,7 viðaukinni vegna, en við erum að hafa í huga að hér er það vegna aukinna tekna þjónustukjarna í Hafnarstræti við Klettaborg er 30 milljónir dýrara umræða heldur en það sem að við erum aukin útgjöld vegna notendastöðva persónulega aðstoðar upp á 11,8 milljónir króna sem var stafað af hækkunum á næsta ár. Hér eru aukin framlög frá jöfnunarsjóði sem eru 2,6 milljónir króna sem er 16 ára vegna þjónustukjarna við Klettaborg og samtals 42,7. Auk þess erum við með líka leiðréttingu á viðauka 15 sem eru þjónustukjarna við Klettaborg er 30 milljónir dýrara. Samtals er þetta viðauki á 36 vegna 36 færikostnað og er hún mætt með ætlun á hérna fé næsta er lagt fram til. Hér eru aukin til staðfesta jöfnunarsjóði sem eru 2,6 milljónir króna. Baldur Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Auk þess erum við með Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það viðaukann gefur merki. Samtals er það viðauki á 36 Það er lánasjóð sveitarfélaga lántaka 2020 og málskipur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 29. október síðastliðinn. En það var lagður fram lánasamningur lánasjóð sveitarfélaga vegna láns til Akureyrarbæjar á fjárhæð 800 milljónir króna til fjármögnunar á fjárfestingum 2016-2017. Bæjarráð samþykkti þennan samning við Sigleiti og vísaði hingað til bæjarstjórnar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að leyfa mér hér að lesa við í fundargerð sem við þurfum að samþykkja það svolítið próflokkur sem við þurfum að fara það var lagður fram lánasamningur lán til lánasjóðsins og það fyrst á bæjarráð að samþykkja og síðan er þetta hér þar fyrir bæjarstjórn til staðfestingar og fjárfestingu. Og bókunin er svohljóðandi: Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að taka lán á lánasjóði sveitarfélaga að þjóðnustofnsfjárhæð 800 milljónir króna til 13 ára með jöfnunarsjóði og sem ég leyfa mér hér að lesa ásamt vöxtum sem við þurfum að samþykkja í fyrsta skipti 2018 það var lagður lokagjald af apríl 2024 og í samræmi við skilmála og lánasamningi sem liggja fyrir á samþykkjarna og bæjarstjórn og bókunin er svohljóðandi: Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að taka lán á lánasjóði sveitarfélaga að þjóðnustofnsfjárhæð auk vaxtakostnaðar til 13 ára með jöfnunarsjóði og sem ég leyfa mér hér að lesa ásamt vöxtum sem við þurfum að samþykkja í fyrsta skipti 138 það er lagður lokagjald af tekjum framlög fyrir sveitarfélag í samræmi við skilmála sveitarfélaga er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum og móðurfjárhæð Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir fyrirbyggja laga og samþykkir sveitarfélaga að þjóðnustofnsfjárhæð lánasjóðs sveitarfélaga í 140.000 jafnframt er bæjarstjóri Ásgerðar Sturludóttur veitt fyrsta skipti til þess fyrir hönd Akureyrarbæjar samþykkti lánasamning við lánasjóð sveitarfélags í samræmi við sem og til þess að móttaka er lánið tekið að gefa og afhenda hvers kyns skjöl Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir því sem tengjast notkun þessa Þetta er í rauninni fyrsta fyrsti ásókn okkar á tryggja fyrsta skipti að lána sem lánasjóður var búinn að samþykkja
til bæjarins og 1960 og þess að móttaka er lánið til þess að gefa og vískinn skjöl og lánið verða sem er tiltölulega hagstætt og mörgvöld og orð. Þetta er í rauninni alls bæjast og alls ásóknir ástar á að koma þess á framfæri. En þetta er hér lagt bara þessi bæjarins er lánið til þess að gefa Að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson loki máli sínu og orðið laust. Enginn hvað sé hljóðs sem geta samþykkt þess að landtökumerki. sem er tiltölulega hagstætt og mörgvöld og orð. Þetta er í rauninni alls bæjast. Þá er komið að þriðja máli á dagskrá og það er stytting þjóðvegar 1 milli Akureyrar og Reykjavíkur til málstýrðu bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson loki máli sínu og orðið laust. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Enginn hvað sé hljóðs sem geta Undanfarna 2 áratíu hefur nokkur umræða verið leiðir til að skipta vegalengdinni milli Bæjarfjarðar Þá er og komið að Reykjavíkur. þriðja máli á dagskrá. Það má segja að umræðan hafi náð hámarki 2002 þegar Vegagerð innleiddi fyrir 200 styttingar. Síðan eru liðin 10 ár, það verður ekki annað síðan, þannig að það hefur verið slegin fagnaðarmúl í þetta mikilvæga verkefni ágætu bæjarfulltrúar 10 ár utan umræðum undirskriftir. Undanfarna 2 áratíu hefur svo farið að gerast í kemstu ásjónlega vegalengd hefur farið sér í Selfjarðar og Reykjavíkur. Það er raun merkilegt að það hafi ekki verið meiri umræðu þetta verkefni síðastliðin ári ljósi þess að þjóðhagslega hagkvæmni slíkingar á þessari leið er annað síðan, þannig að það hefur verið slegin. Það kom til dæmis fram á 128. löggjafarþingi fyrir 3 ár og finnast umræður undirskriftir. Undanfarna 2 áratíu þá er farið að gerast í kemstu ásjónlega þjóðvegar sem í Bæjarfjarðar og Reykjavíkur. Það er raun merkilegt að það hafi ekki verið meiri umræðu þetta verkefni síðastliðin ári ljósi þess að 890 milljónir á ári. Þjóðhagslega þá var miðað við að kostnaður við þessum 10 kílómetra heilíðum. Það kom til dæmis fram á 128. löggjafarþingi Þetta segir okkur að kostnaður vegna framkvæmda verkefnisins næstu 4 árum. Þetta var einnig niðurstaða í skýrslu Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans. Það er raun merkilegt að það hafi leiðir meiri umræðu þetta verkefni. Það er framkvæmdakostnaður yrði greiddur 4 árum. Þjóðhagslega þá var miðað framkvæmdin afar mikil. Þá kom einnig fram í þeirri skýrslu sem vísum til fækka 11 ári og meira segja okkur að kostnaður vegna framkvæmdanna sem nýju vegur yrði breiðari en núverandi vegur. Þetta var einnig niðurstaða í skýrslu. Því má heldur ekki gleyma. Það er raun merkilegt þá að leiðir meiri umræðu þetta líkist mjög mikið þess að það er framkvæmdakostnaður. Fram til ársins í ár hefði ferðamönnum fjölgað ápenningar samfélagið afar. Það er því ljóst að þjóðhagslega kom einnig fram í þeirri skýrslu leiðarinnar fækka 11 ári leru og segja okkur að kostnaður vegna framkvæmdanna sem nýju vegur yrði. Þá verður að taka mið af umhverfisáhrifum sem verða má heldur ekki gleyma. Það er raun merkilegt þá að skýrstríðin frá að þetta mál snýst fleiri þess ársins í ár. Íbúar ýmissa staða utan höfuðborgarsvæðisins ásamt fyrirtækjum bera sig. Það er því ljóst að þjóðhagslegur kom ekki fram í þeirri skýrslu sem munar merki. Fyrirtæki á Eyjafjarðarsvæðinu hefði segja okkur að kostnaður að skila möguleika sínum nýju frá svæðinu. Þá verður að taka mið af umhverfisáhrifum sem verða má heldur ekki gleyma að núminlega hugsanlega þessu mál frá rakað. Ef þetta liggur allt fyrir þá má spyrja af hverju þau búa ýmissa staða utan höfuðborgarsvæðisins var sér því verða það ljóst að þjóðhagslega kom ekki fram í þeirri skýrslu. Til þess að átta sig á stöðunni er rétt að Reykjavík og Eyjafjarðarsvæðinu ein loftlína milli Akureyrar og Reykjavíkur er frá svæðinu. Þá verður að taka mið af umhverfisáhrifum sem má heldur ekki gleyma að núna sterkilega átta sig þessu mál frá rakað. Það er því takmarkað hvað ef þetta liggur allt fyrir þá má spyrja af hverju þau búa ýmissa staða margir þessir kostir augljósustu kostirnir eru þeir sem verið á þessu stöðunni sem hugmyndi árið 2001 loftlína hafa verið í umræðinu eftir þennan til frá. Þá verður að taka mið hér er annars vegar svokölluð vindheimalið í Skagafirði. Þá verður sveigt að þjóðvegi 1 í Blönduhlíð ekki sunnan við Varmahlíð og upp á Vatnsskarð við Arnarstapa. Vegur vindheimaleið myndi stytta leiðina milli Akureyrar og Reykjavíkur alltaf 6 kílómetra. Hin leiðin er Húnavallaleið í Austur-Húnavatnssýslu
í stað þess að liggja í gegnum Blönduós, yrði þjóðvegur 1 færður sunnar. Sveigt yrði í vestur og Langadal, ekið á milli Laxárvatns og Svínavatns, fram hjá Húnavöllum og komið á hringveginn við bæinn Öxl í mynni Vatnsdals. Vegur Húnavallaleið myndi stytta leiðina milli Akureyrar og Reykjavíkur alltaf 14 kílómetra. Þessar hugmyndir voru mjög umdeildar, ekki síst vegna þess að þeim gert ráð fyrir að færa hringveginn fram hjá Varmahlíð og Blönduósi. Sveitarstjórnir í Húnavatnssýslum og Skagafirði mótmælti tillögunum, en sveitarstjórnir á svæði Eyþing studdu þær. Að lokum lagði Vegagerðin báðar tillögurnar til hliðar vegna mikillar andstöðu á þessu svæði. Þessi andstaða virðist hafa leitt til þess að nú ríkir algjör þögn frekari styttingu leiðarinnar og ekki að sjá nein merki þess að það standi til að fara í frekari styttingu á leiðinni þegar að horft til tillögu að nýrri samgönguáætlun 2020 til 2034. Þess ber þó að geta hér að nú liggur fyrir að þjóðvegur 1 Kjalarnes verði breikkaður sem mun stytta ferðatíma á leiðinni mikið ásamt því að auka öryggi. Þá á starfshópur á vegum samgönguráðherra skila næstu daga skýrslum og tillögum Sundabraut til Reykjavík. Tilkoma Sundabrautar myndi stytta leiðina 79 km og stytta einnig ferðatíma og auka umferðaröryggi mikið. Það því mikilvægt að Sundabraut verða veruleika fyrr en seinna, en til þess þarf hann að samstöðu legu hennar og gerð. Af því sem hér hefur verið sagt má ráða að það mjög mikilvægt og í raun þjóðþrifaverkefni að finna allar leiðir til styttingar á þjóðvegi 1 milli Eyjafjarðar og Reykjavíkur. Það því ástæða til að hvetja ríkisstjórn og Alþingi til að fela Vegagerðina að vinna því og nefna alla vænlega kosti þeirri í nýrri samgönguáætlun. Við erum jú að tala leiðina milli tveggja langstærstu þéttbýliskjarna á landinu. Í ljósi þessa þá ætla ég að leggja fram eftirfarandi tillögu á bókun. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar hvetur ríkisstjórn og Alþingi til að meta og taka afstöðu til hugmynda sem fram hafa komið í styttingu þjóðvegar 1 á milli Eyjafjarðar og Reykjavíkur. Ljóst að verulegu þjóðhagslegur ávinningur hlýsta styttingu leiðarinnar sem myndi bæta samkeppnishæfni svæðisins á atvinnu og íbúðamarkaði. Að auki mun stytting leiðarinnar auka umferðaröryggi og hafa jákvæð umhverfisáhrif. Því hlýtur það að vera þjóðþrifamál að koma framkvæmdum sem þessum inn í samgönguáætlun eins og nú þegar hefur verið gert með breikkum þjóðvegur 1 Kjalarnes og með framkomnum hugmyndum framkvæmdir við Sundabraut. Ég ætla að ljúka máli mínu hér en hvet bæjarfulltrúa til að lýsa skoðunni sínum á þessu þjóðþrifamáli sem skiptir okkur á þessu svæði gríðarlega miklu. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúa Gunnari fyrir hans ágætu framsögu og ég get tekið undir hvert orð sem hann sagði. Ég ætla aðeins að nefna nokkur atriði svona til fyllingar, forðast að endurtaka það sem að hann ræddi um. Eins og hann nefndi þjóðvegurinn í dag til Reykjavíkur frá Akureyri 388 kílómetrar og það fellur utan þeirra marka sem nefnd í nýrri samgönguáætlun að fólk eigi innan við 3,5 tíma ferðalag til höfuðborgarinnar. Vissulega tekur styttri tíma að fljúga á milli en sá ferðamáti hentar aðeins sumum hópum en ekki öðrum. Flugið hentar til dæmis ekki barnafjölskyldum. Þannig að það mikilvægt að vinna áfram að því að stytta leiðina. Það hagsmunamál fólksins á Norður- og Austurlandi en einnig fyrirtækja á svæðinu, hvort heldur framleiðslufyrirtækja, verslana eða ferðaþjónustu því að þá fáum við fleiri gesti til okkar norður, bæði Íslendinga og einnig erlenda ferðamenn. Það hefur verið bent á nokkra möguleika til að stytta leiðina. Bæjarfulltrúi Gunnar fjallaði aðallega 2 þeirra, það að segja sunnan Blönduós og sunnan Varmahlíðar. Ég ætla að nefna 2 í viðbót og þá fyrst veg Stórasand
Þetta hugmynd sem Halldór Blöndal og fleiri settu fram sem tillögu til þingsályktunar í upphafi þessarar aldar. Þar kom fram að með því að aka Öxnadalsheiði eins og nú, en sveigja vestur yfir Héraðsvötn við Silfrastaði, aka upp úr Gilhagadal yfir Blöndu nálægt Blöndulóni, suðvestur yfir Stórasand, þar sem að heitir reyndar Skagfirðingavegur, þetta gömul þjóðleið, niður með Norðlingafljóti að Húsafelli, suður Kaldadal, Þingvöll og Mosfellsheiði til Reykjavíkur, yrði leiðin 308 kílómetra, það stytting 8-10 kílómetra og þarna værum við farin að höggva nærri loftlínunni sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi. Hins vegar með því að fara niður Hvítársíðu undir Hafnarfjall og Hvalfjarðargöng þá yrði styttingin samt 40 kílómetrar. Þessar hugmyndir var stofnað félagið Norðurvegur og í fyrstu stjórn þess sátu Andri Teitsson, Eiður Gunnlaugsson í Kjarnafæði og Jóhannes Jónsson heitinn í Bónus. Það skemmst frá því að segja að þessi hugmynd mætti andstöðu. Skagfirðingar og Húnvetningar höfðu áhyggjur af að það yrði minna selt af pylsum í Varmahlíð, Staðarskála og Blönduósi. Jeppamenn voru á móti, þeir vilja friða á hálendinu. Og einhverjir bentu á að vegurinn færi á kafla yfir 700 metra hæð yfir sjávarmáli og þarna hlyti að verða veðrasamt. Og það eflaust rétt, en á móti var bent á að þótt þessi vegur yrði lokaður segjum 20 daga á ári vegna blindbíls, þá myndu menn einfaldlega aka Holtavörðuheiði og það hefði óveruleg áhrif á heildarplanið. Í þessu sambandi einnig mikilvægt að benda á að þegar hugmyndir komu fram heilsársveg Akureyri Egilsstaðir Háreksstaðaleið í kringum 1990, þá sögðu ýmsir þar á meðal alþingismenn af Norður- og Austurlandi að það væri óráð og nær að fara frá Akureyri Kinn og svo með ströndinni, það er að segja Tjörnes, Öxarfjörð, Melrakkasléttu, Þistilfjörð, Bakkafjörð, Vopnafjörð, Hellisheiði eystri. Og ég spyr, stemming fyrir því í dag? Nei, sagan hefur fellt sinn dóm í þeirri umræðu. En þess má geta að sá þjóðvegur nær 600 metra hæð á kafla við Svartfell í Langadal, það er að segja svolítið hérna megin við Vopnafjarðar gatnamótin. Nú en Norðurvegur breytti stefnu og tók höndum saman við Sunnlendinga Kjalveg, það er að segja heilsársveg Kjöl. Og slíkur vegur gæti stytt leiðina Akureyri Reykjavík 40, kannski 50 kílómetra, svona eftir því hvað yrði mikið lagað af vegum í Árnessýslu. Þetta verkefni hafði að sjálfsögðu miklu breiðari skírskotun og myndi færa Suðurland nær Norðurlandi. Ávinningur ferðaþjónustu á Norðurlandi gæti að mínum mati orðið verulegur með að ferðamenn á Suðurlandi gætu skroppið norður með miklu auðveldari hætti. Hvað þá eftir að fjöldi ferðamanna á Suðurlandi margfaldaðist. Það smátt og smátt verið að laga einstaka vegarkafla á Kili en það þörf á markvissari vinnubrögðum. Því miður gerir ný samgönguáætlun aðeins ráð fyrir að fólk aki hálendisvegi að gamni sínu en þeir sem eiga erindi á milli landshluta skulu vinsamlega halda sig fjarri. Það allavega erfitt að skilja þetta orðalag í samgönguáætluninni öðruvísi. Tilvitnun byrjar. Viðhald stofnvega á hálendi og endurbætur á þeim beinist að því að auka öryggi og koma í veg fyrir akstur utan vega, tilvitnun endar. Ekki þetta nú metnaðarfullt, ekki orð styttingu, ekki orð vetrarþjónustu, ekki orð notagildi. En svo bara aðeins til að bæta við því sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi til dæmis Húnavallaleið að hún myndi losa okkur við vegarkaflan sem núna utanverða Langadal þar sem að verða mjög slæm veður í austanáttum og væri verulegur ávinningur af því einu og sér að losna við það. Og eins og hann nefndi að arðsemin af þeirri framkvæmd gæti orðið 27% og við heyrum ekki svoleiðis tölur í dag, það helst verið talað vaxta okkur smálánafyrirtækja til dæmis. Lífeyrissjóðirnir okkar að berjast við að ná 3,5% ávöxtun. Og ef við sjálf erum í plús á bankareikningunum okkar þá fáum við 0,1% vexti. En nýr vegur meðfram Svínavatni skilar 27%. Þetta bara gullgæs, ekki hægt að segja annað. Þar að ekki myndi slysum og óhöppum fækka. Og
Svo varðandi styttinguna í Skagafirði þá vil ég nefna það að eins og allir þekkja sem eru þokkalega kunnugir í staðháttum að núverandi vegarstæði Akrahreppinn fram hjá Miklabæ, kirkjunni þar, það vegarstæði hörmulegt og bara tímaspursmál hvenær þarf að færa þann veg niður á flatlendið og þá erum við strax komin áleiðis í þessa framkvæmd sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi og auk þess myndum við losna við þennan hörmulega vegarkafla við bæinn Brekku vestan við Varmahlíð. Það sem mjög erfið brekka og erfið beygja og því miður hafa orðið banaslys þar fleiri en eitt. Og já, þá vil ég ljúka máli mínu. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúa Gunnari og bæjarfulltrúa Andra fyrir umræðuna. Ég held að þetta sé einmitt mikilvægt mál fyrir okkur að tala hérna og gæti verið eitt af bara stærstu málum þessa svæðis. Það sem að mig langar kannski að vekja athygli á sérstaklega er stefna í samgöngum sem að sett var fram 2011 og gildir til ársins 2022 og tengsl við sóknaráætlanir landshlutana. Í þessari stefnu sem að enn í gildi, þar sérstaklega horft til þess að, með leyfi forseta, skilgreindir verði atvinnu- og þjónustukjarnar landsins í sóknaráætlunum landsluta og landsskipulagsstefnu og ein af helstu áherslum, og meira að segja fyrsta áherslan til þess að ná þessu markmiði að grunnnet samgangna á landi, í lofti og sjó verði byggt upp með hliðsjón af sóknaráætlunum landsluta og tillögum forgangsröðun framkvæmda byggðum á félagsfræðilegri greiningu. Það kemur einnig fram í kafla markmiðum jákvæða byggðaþróun með leyfi forseta. Samgöngur tengja saman fólk og byggðir í samræmi við sóknaráætlun og svæðaskiptingu landsins verði við forgangsröðun framkvæmda tekið mið af þörfum einstakra svæða fyrir bættar samgöngur til að efla sveitarfélög, styrkja hvert svæði og landið allt. Og með leyfi forseta í áherslum til þess að ná þessu markmiði horft til við forgangsröðun framkvæmda verði tekið tillit til sóknaráætlana landshluta. Þetta vekur sérstaka athygli mína, kannski ekki síst vegna þess að innan þessa landshluta hefur ekki verið mörkuð samgöngustefna ennþá, en það nú rætt meðal kjörinna fulltrúa á svæðinu að það einfaldlega brýn nauðsyn. Ekki aðeins að sjálfsögðu hvert sveitarfélag að leggja sínar áherslur, en í stefnu í samgöngum ríkisins bara töluverð áhersla lögð á það að landshlutar og landshlutarsamtök greini og vinni og seti fram tillögu og forgangsröðun. Og þarna held ég að við megum svolítið horfa í eigin barm því að þetta að sjálfsögður stytting leiða, til dæmis þarna á milli, mögulega eitt af því mikilvægasta fyrir fyrirtæki, samfélagið og umhverfið og ég tel og mun fylgja því fast eftir innan SSNE að þetta verðum við einfaldlega að leggja dálítið mikla áherslu á. Stytting leiða milli Eyjafjarðarsvæðisins og höfuðborgarsvæðisins að mínu mati svona fyrirfram gefið eitt af því mikilvægasta. Hins vegar einnig mikilvæg verkefni þarna til dæmis sem að tengjast múlagöngum og öðrum vegabótum innan svæðisins. Þetta síðan vegna þess að þegar við skoðum síðan samgönguáætlunin svo hún birtist okkur núna til ársins 2034 að þá sjáum við að helstu áherslur stór skref í uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem við auðvitað að skoða borgarlínu. Það jarðgangaáætlun, þar sem miðað við að sé framkvæmt við ein jarðgöng hverju sinni, þó að sé reyndar ekki í gangi akkurat núna og við vitum þá umræðu sem innan þessa svæðis að múlagöng, strákagöng bæði orðin börn síns tíma. Þá það nýja flugstefnan og skoska leiðin sem að við þekkjum vel og fögnum mjög, sem að var einmitt verkefni sem að var unnið því stundum þegar eitthvað gerist þá keppast allir við að eigna sér heiður og í þessu tilfelli eiga ansi margir heiður skilið að mínu mati fyrir að þetta hafi orðið að veruleika.
ekki aðeins sitjandi ráðherrar sem að þó að sjálfsögðu bera að þakka fyrir þetta vegna þess að það eru þetta þeir og síðan þingið sem að samþykkja þetta. En þetta verkefni byrjaði einmitt á vegum landshlutasamtakanna fyrir ansi löngu síðan þar sem að fór með heimsókn til Skotlands og ráðstefnu í kjölfarið og mikilli vinnu heimamanna, ekki síst á Austurlandi og hérna fyrir norðan, og sem að geri það að verkum að þetta verður að veruleika líka þegar að það liggja fyrir góð gögn og greining og við leggjum fram. Það er stundum eins og það sé sífellt meiri áhersla innan landshlutana séu unnar greiningar og vinna og eiginlega lausnum skilað til ríkisins, hvort sem að það er síðan rétt nálgun eða ekki. En það er verið að leggja áherslu á loftslagsmál og maður getur nú ímyndað sér að milli þessara þá eins stærsta byggðakjarnan sem að þá á Eyjafjarðarsvæðinu og síðan höfuðborgarsvæðisins myndi maður halda að það skipti gríðarlega miklu máli að stytta leiðir. En mér langaði sem sagt bara til þess að nefna þetta sérstaklega, þennan flöt, þennan vinkil sem við höfum sjálf, af því að ég er svo hrifin af því að reyna að finna allar mögulegar leiðir til að taka sjálf ábyrgð. Og ég vona að innan SSNE, það Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, þá munum við setja mikið búst í það að taka þetta samtal í þessum landshluta og leggja fram okkar forgangsröðun líkt og kveðið er á í rauninum í þessari stefnu samgöngumál frá árinu 2011. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá ber ég upp þessa tillögu að bókun. Þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Það er 11. Takk fyrir það. Og þá er komið að síðasta liða dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti bæjarfulltrúar. Þetta er skýrsla bæjarstjórans frá 21.10. til 3.11. Þriðjudaginn 20. október hóf ég fundatörn þar sem ég hef fundað með hverjum að einum sviðsstjóra og hálftíma löngum fundum vinnuna við gerð fjárhagsáætlunar. Þetta eru mikilvægir fundir þar sem rýnt í stöðuna á erfiðum tímum og það er engum blöðum það að fletta að á öllum sviðum sveitarfélagsins er staðan snúin og í mörg horn að líta þegar kórónuveiran þyngir róðurinn svo munir. Þar vart að taka það fram að allir fundir mínir þessa dagana, fjölmennir sem fámennir, eru fjarfundir og við höfum verið að sömuleiðis að skiptast á að vinna heima og í ráðhúsinu. Í þar síðustu viku átti ég einnig fundi með fyrirtækjaeigendum og það er deginum ljósara að það kreppir að hjá öllum þeim sem ég hef hitt, í mismiklu mæli þó, en í þeirra huga er þetta spurningum að setja undir sig hausinn og þreyja þorrann. Miðvikudaginn 21. október var stórfundur hjá Arctic Mayors Forum þar sem rætt var félags- og efnahagsleg áhrif COVID-19 á rekstur sveitarfélaga og það var einnig umfjöllunarefni mitt í erindi sem ég hélt daginn eftir 22. október á málstofu viðskiptadeildar Háskólans á Akureyri. Aðalfundur menningarfélagsins Hofs SES var haldinn í hádeginu 22. október og föstudaginn 23. október sat ég fund með SSNE með sveitarstjórinn þar sem meðal annars var kynnt og rædd rannsókn Akureyri hefur verið að gera áhrif samgangna á byggða og íbúaþróun. Og þetta var alveg sérstaklega áhugavert. Miðvikudaginn 28. október fundaði bæjarstjórn með Kristrúnu Frostadóttur, aðalhagfræðingi Kviku banka fjármál sveitarfélaga og fimmtudaginn 29. október fengum við nokkrar mínútur á fjarfundi með þingmönnum Norðausturkjördæmis þegar hin svokallaða kjördæmavika var haldin. Þá kvöldið var síðan haldinn aðalfundur menningarfélagsins SES. Liðna helgi var unnið með fræðslustjóra Akureyrarbæjar skipulagningu skólastarfsins þessa vikuna og hvernig væri unnt að halda því út sem bestum hætti bæði leik- og grunnskólum. Og mig langar til þess að nota tækifærið og hrósa öllu starfsfólki leik- og grunnskóla og fræðslusvæði fyrir frábæra vinnu. Og gærdagurinn 1. nóvember var þéttskipaður á fundi með ýmis málefni og má þar kannski helst nefna fund þar sem rýnt var í samninga byggingu nýs hjúkrunarheimilis við Lögmannshlíð.
Fastir liðir þessa vikunar eru vinnufundir með bæjarstjórnina, fjárhagsáætlunar, stöðufundir með sviðsstjórum og kynningateymi og bæjarstjórnina COVID-19, fundir í samráðshópi almannaheill íbúa og Akureyrar og fundir með aðgerðastjórn almannavarna Eyjafjarðar og lögreglunnar vegna kórónuveirunar, stöðunar á útbreiðslu smita og nauðsynlegra aðgerða þeirra vegna. Takk. Bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin þá tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 22. og 29. október, bæjarráð 22. og 29. október, frístundaráð 28. október, fræðsluráð 19. október, skipulagsráð 28. október, stjórn Akureyrarstofu 15. og 28. október, umhverfis- og mannvirkjaráð 16. október og velferðarráð 21. október. Og þessa fundargerði má allar nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 16:30. Takk fyrir góðan fund.